Komið þið hjartanlega velkomin. Verið hjartanlega velkomin í þennan fyrsta þátt af Leikjafallinu, eða fyrsta þátt ársins. Já, Það er bara komið 2026. það er bara komið nýtt ár. Hjartanlega velkomin. Já, Já, og bara, ég vona að allir, eða flestir, hafi átt bara yndislegt jólafrí og sé að eiga góða byrjun á árinu. algjörlega. Og við ætlum, ég er ótrúlega spennt fyrir þessum þætti, við ætlum að ræða markmið í handavinnunni. Já. En byrjum á því bara að þakka kærlega fyrir þáttökuna í gjafaleiknum. Já, það var bara ekkert smá flott hversu margir tóku þátt. Vá. Ótrúlega gaman. Já, ekkert smá. Já. Og líka hvað eru búin að vera duglega að taka okkur. Það er svo gaman að sjá. Það er svo gaman og líka, Já. ég skoða daglega hversu margir eru að hlusta og það er að hverjum einasta degi eru ykkur að hlusta. Ég er bara, Það er geðveikt. geðveikt, já. ógeðslega gaman að sjá. Ekki. Líka svo gaman þegar að taka þegar að þið er að hlusta á þáttinn. Já, Að hlusta á þátt. það er svo gaman líka hvað eru svona að gera mismunandi hluti. Já. Af því ég hlusta oftast á podcast eða hlaðvarp þegar ég fer út að labba, en svo oft líka ef ég er að elda eða bara þrífa íbúðina. Já. Þannig að það er svo gaman að sjá líka hvað aðrir einhvern veginn að gera mismunandi þegar þeir eru að taka okkur. Algjörlega. Það er sjúklega skemmtilegt. Það er mjög skemmtilegt. En hvernig er núna árið búið að fara af stað hjá þér? Ert þú komin af stað í ykkur markmiðsetningu eða? Já, mjög góð spurning. Já, maður er svona að byrja í rútínuna aftur, sem er alveg kærkominn. Já. Eins mikið og mann hlakkar alltaf til að komast í frí. Einmitt. Að það var líka alltaf svo ótrúlega gott þegar maður kemst aftur í rútínuna. Svo gott, sko. Já, fyrsta vikan hún var pínu erfið, en þetta er alltaf að koma og ég tók upp nýja dagbók sem ég fekk í jólgjöf frá dóttur minni. Tók hann upp einmitt bara í fyrra dag og byrjaði einmitt að skrifa niður núna bara allt alla dagsetningar og deadlines sem maður er með næstu 6 mánuði allavega. Einmitt. Já, ég finn alveg bara, ég verð að gera það því ég er á síðasta árunni í mastersnáminu. Einmitt. Og það eru óendanlega mörg deadline, 3 skilaverkefni á viku pluss allt annað, þannig að já, ég er búin að vera að skrifa niður alls konar markmiði. Já. Já, en þú, hvernig er árið að fara á stað hjá þér? Herri, ég er bara búin að liggja í veikindum, þannig að það byrja ekkert alltaf vel með mér, en það getur bara að fara upp á við hérna. Já. Og mætti núna í fyrsta skipti á árinu upp á skrifstofu í dag. Já, vel gert. Og þannig að mér finnst einmitt rosalega gott að komast aftur einmitt í vinnuna, komast í rútínuna. Þannig að ég er í rauninni, mér líður bara eins og ég trúði því ekki þegar ég leit á klukkuna í dag og sá að það er 12. janúar. Hálfur mánuður er búinn. Já, ég var einmitt var á tenum áramótinu, kom heim 4. janúar og svo bara datt ég bara í einhverja viðbjóðsflensu. Já. Og ég er bara í sjokki. Þetta er ekkert grín. Það er komin 12. jan. Þannig að ég er bara svolítið svona að byrja núna. Og ég er í huganum er ég komið fullt af markmiðum, en ég á að mitt eftir að ég kaupi mitt alltaf munum dagbókina, mér finnst hún geðveik. Já, hún er mjög flott. Hún er mjög flott, og allt þetta í byrjun vikunar alltaf ótrúlega flottir setningar, og þannig ég á að mitt eftir að kaupa mér hana og byrja að skrifa niður markmiðin. Geggjað. Ég ætla að skjóta inn í og segja að mér er gaman að heyra hvaða dagbók þú ert að nota, því það er einhvern veginn oft sem maður fer alltaf í sömu dagbókunar. Já. Af því að maður svona fílar einhvern veginn sniðmáta eða með eitthvað. Ég er alltaf með eina sem heitir tíminn minn. Já, má ég sjá hana? Ég er með hana hérna. Hún er hún heitir Björg Þórhallsdóttir og sem er já, það er bara góð spurning. Hún býr held í Noregi, rosa mikið svona norskum kvótum hérna í bókinni. Okay. Og hún teiknar og málar myndirnar í þessu. Ef ég er að segja rétt frá, ég ætla rétt að vona það, en þetta er allavega, ég er búin að vera með þessa dagbók síðustu 5 ár allavega. Og já, hún er bara ótrúlega skemmtilega, þægileg. Hún er svona litrík og svona, ég sé að það eru svona myndir og svona, ótrúlega flott. Svona alltaf að breyta og bæta við, þú veist, allir núna kom svona markmiðin mín í svona hverju mánuði, sem þetta skrifaði svona. Og það var ekki áður, en hún er alltaf svona betur bæta bækunar, mjög ánægð með þetta. Já, lítið mjög vel út. Já. Maður er bara svona að finna sitt. Já, og það er svo flott þegar maður finnur bara hvað hentar mér. Já. Og ég er ógeðslega spennt að kaupa bókina og byrja, af því að ég er sjúk í markmið. Mér finnst svo gaman að vera með mörg markmið og
ég er búin að horfa á sko bara ógrinni af svona vídeóm og fara á alls konar svona fyrirlestra og með svona hvernig er gott að setja markmið og mér finnst einmitt líka það er alveg hægt að gera það í handavinnu. Ég held að séu margir sem bæði kannski setja sér annarkvort engin markmið og þá gerist kannski ekki neitt eða setja sér kannski of háfleg markmið og þá heldur gerist kannski ekki neitt. Þannig að þetta er svona svolítið fín lína. Algjörlega. Hvað hentar hverjum og einum. Og einhver markmið sem ég er með er kannski bara eitthvað sem þú gerir bara á þriðjudögum en getur verið alveg bara átakanlega áskorum fyrir mig. Já, algjörlega. Það er enginn á sama stað. Nei. Þannig að það er líka eitthvað svona sem að maður þarf alltaf Það er sko alveg hárrétt. Að passa að vera ekki að bera sig saman við aðra. Já. Og með samfélagsmiðlum, nú erum við janúar hann er nú bara næstu í hálfnaður sko. Mér líður eins og þetta sé bara að byrja hérna. Að þá eru margir á samfélagsmiðlum byrjaðir með að posta ykkur svona þetta er það sem ég ætla að gera, ég er að setja upp svona og jafnvel ennþá að tína til það sem þeir gerði í fyrra og það getur líka verið svona ég ætlaði mér að gera núna áramótin eitthvað svona post það sem ég prjónaði á árinu 2005 en hef bara kom mér ekki í það og það til dæmis getur líka verið eitthvað svona margir kannski horfa og sjá bara vá, þú veist hvernig ég get þetta ekki eða þetta annarkvort er eitthvað hægt að bera sig saman við það. Algjörlega. Og kannski að það liti svona kannski hvað þér finnst þú ættir að vera að gera. Já, að maður ætti kannski að vera maður er kannski líður eins og maður ætti að geta afkastað meiru eða þannig en mér finnst bara svo óbúslega mikilvægt samt í sérstaklega tengslu við handavinnuna að sko sumum finnst rosalega gott að hafa eitthvað markmið hvað er alltaf að prjóna kannski þurfa eða þú veist segja við sjálf og segja að þau þurfa að prjóna heimferðsett eða prjóna í eitthvað gjöf eða þannig en mér finnst eitthvað líka kannski með handavinnum að má ekki gleyma þetta á að vera til þess að þú veist gefa manni ró þú veist og þetta á að vera til að hjálpa manni að bara slaka á í hversdagsleikanum ég horfa á það þannig, svo er alltaf að horfa mismunandi á þetta ég er sammála því sko já, að fyrst og fremst já, að maður sé ekki heldur að setja sér allt og háleit markmið maður er alltaf ná að gera svona hinsina því maður sér að hún sigga út í bæjar að gera svo mikið eða eitthvað, þú veist að já, bara hver og einn farið svolítið bara á sínum hraða og ef maður langar að læra nýjar aðferðir eða eitthvað, að maður bara tilengir sér það en að maður detti ekki ný eitthvað svona samvinskubitt eða bera sér saman eða eitthvað það veit ekki það er og svo kannski fyrir suma er ekki gott að vera með markmið í sérstaklega í áhugamáluninu já, algjörlega en ef manni langar kannski að læra eitthvað nýtt eða pröfa nýjar uppskriftir þá er kannski alveg gott eða svona getur verið hjálplegt að vera með einhvers konar markmið það þarf ekkert að vera eitthvað sem skrifa niður og alltaf að gera vikulega eða eitthvað svoleiðis það getur kannski verið bara á þessu ári langa mig að pröfa prjóna sokka, vettlinga og peysu eða eitthvað svoleiðis algjörlega og eins og þú sagðir, maður oft svona kannski horfir í kringum sig og bara vá, heyrðu, ég á alveg að geta gert þetta en maður þarf alltaf að hugsa hvar er ég í dag algjörlega sérstaklega eins og nú er þú að fara að byrja í námi, þú ert í vinnu við erum þetta hlaðvarp, þú ert líka með Tiny Viking, þú ert með barn en svo kannski er ykkur annar í annari stöðu sem er með við erum svo fljóta aðlagast þó svo að ykkur sem kannski barnlaus og vinnur 8-4 og það getur svona alveg verið helling fyrir þann einstakling við erum aðmynd á svo mismundi stað en maður svona verður að passa líka að hugsa oft að ég man svo vel þegar ég var í börnátinu og ég var að prjóna ógeðslega mikið ég var að prjóna alveg sko kannski 10 peysur á mánuði og var alveg bara alltaf að posta rosa aktíf á Instagram og ég var að fá rosalega mikið vel gert að hafa gert það í börnátinu það var samt ekki þetta bara eitthvað snýrist að ég varð bara að prjóna til þess að geta bara þú veist, ég var bara með það mikinn kvíða mér leið það illa ég prjóna rosalega hratt það er bara minn hraði og ég varð bara öllum stundum að vera að prjóna til þess að ég geti bara að því annars var hrísun á mér alveg bara og þá var ég að fá svo mikið að skilabóðum ég vildi svo óska ég væri þinni stöðu ég öfundaði svo að geta prjóna svona mikið en svo veit fólk ekkert hvað er hann á bakvið nákvæmlega að það er nefnilega eitthvað sem að maður kannski horfir á okkur á samfélagsmiðlum og bara vá, ég var nú til í þetta en þú veist, á kostnað hvers algjörlega þú veist aldrei hvað er að gerast hinn með við síman það er sko alveg horrið þannig að þessu nefnir er svo mikilvægt að við séum ekki að bera okkur saman við og maður verður bara að hugsa hvað er ég að gera, hvað
get ég einhvern veginn komið inn í minn tíma. Algjörlega. Og líka mitt bara því einmitt eins og þú segir, við erum öll á mismunandi staði í lífinu og einmitt hversu mikið er eitthvað hægt að gera handavinnu, og einmitt líka hversu mikla orku hefur maður í það. Og líka, mér finnst líka pínu áhugavert að heyra þú ert að segja í börnóttunum þínu að þá leiðir bara betur að vera að prjóna. Ef ég tengi við mitt börnótt og þá bara ég prjónaði ekki eina likku í svona 3 vikur. En ég horfði bara á dótið mitt, horfði á saumavélina, horfði á prjónadótið og mér langaði svo, en ég komst ekki að. Já, einmitt. En bara rosalega skrítið bara einmitt. Pointið við erum á svo mismunandi stað. Og svo getur það líka verið, bara eins og núna jólin, þá fekk ég einmitt bara mjög erfiðar fréttir og einmitt bara búin að vera veik og svona undir venjulegum kringustæðum í þessum aðstæðum hefði ég vilja vera helst bara að prjóna svo ég geti bara slögt á þurrkaranum í höfðinu á mér en ég er með svo erfitt verkefni í höndunum núna að ég bara þar núna gat ég það ekki. Að maður það líka svona að við erum ekki alltaf á sama stað og svo kannski ef fólk að glíma við bara alls konar álag veikindi eða hvað það nú er þá einmitt erum við það líka svona tímabundið þó að ég sé ennþá sama einstaklingur og þarna þurft að framleiða að þá gat ég ekki og líka bara núna er ég búin að vera bara ég get ekki að því ég á bara hvítan lopa heima og ég er búin að ákveða að ég ætla ekki að kaupa meira fyrir en ég er búin með þetta og ég á hvítan alafoss, hvítan plötulopa og hvítan léttlopa sem aðalit og svo á ég alltaf fullt af mismunandi en ég er bara eitthvað svona akkurat núna langar mig ekki að gera hvítapeysu það er það einu sem ég á þú neyðist þess að gera það hvíta ég verð að gera það og það er ekkert að kalla á mig af því mér langar að gera aðra liti og ég er alveg bara þetta er tókstrið að við sjálfa mig og þá kem ég engu í verk og þarna líka finnst mér rosalega mikilvægt að maður þarf alltaf að passa að setja raunhæf markmið af því að við þurfum alltaf að meta það út frá þeim stað sem við erum á bara algjörlega og líka verið tilbúin til að aðlaga markmiðin upp á því lífi gerist og það getur breyst svo rosalega hratt bæði bara hvort við höfum tíman eða orkuna eða jafnvel fjármagnið þannig að maður það líka verið tilbúin til þess þannig að mér finnst rosalega gott að setja mér, ég er alltaf með svona mörg markmið og reyna að brjóta það niður í svona smærri einingar ég var að leita íslenska orðinu smærri einingar og alveg niður í svona brotabrót og eitt af því sem ég þarf að tilenga mér í ár er að bara eins og ef ég færið yfir í fjallgöngunar mér finnst ekki taka því að fara Úlfarsfelli því ég vil fara Esjuna ég tengi ekki það tekur miklu lengri tíma að fara Esjuna og ég hef bara ekkert alltaf tími í það en ég kemst Úlfarsfellið en mér finnst það bara svo mér finnst ekki taka því þetta er svo fáránlegt og ég hugsa þetta líka prjónu ef ég hef ekki bara tíma til að prjóna eina ermina í kvöld þá finnst mér ég ekki taka því og þarna áhugavert ég held að samt að sé ykkur sem tengi pottjætt þú veist að vilja bara svona ég ætla að klára þetta í kvöld og ef ég næði ekki vil ég bara frekar sleppa því en þó svo að þú prjónir 2 umferðir þá ertu komin 2 umferðum lengra algjörlega þetta er eitthvað sem ég þarf virkilega að taka mig á í ár og reyna líka að njóta í staðan fyrir að vera bara eitthvað ég ætla að ætla að ná afkasta svo miklu nákvæmlega, maður ætla að afkasta svo miklu og maður einhvern veginn sér fram á og náði ekki að þá bara er allt ómögulegt og maður næri engu en hefur prófað, þegar þú ert til dæmis að prjóna ermi segjum það bara, og því þú nefndi það hefur prófað bara að þú sest niður og ætla að fara að prjóna að hengja prjónamerki í það sem þú ert og byrja svo bara að prjóna þannig og sjáir hversu mikið exlið þú gerðið síðan þetta er mjög, ég var akkurat að lesa komment hérna á Instagram bara áður en ég laði stað hingað akkurat með þessu ég var alveg bara svona, ég hef aldrei gert þetta má prófa, hvort það virki og líka bara einmitt þegar maður sest niður byrjar, bara sama hvort maður ætli sér að klára það ekki bara til að sjá hvað maður að gera algjörlega þegar maður er í þessu, ég er nefnilega einmitt svo getur maður verið að því einmitt handavinnan á fyrst og fremst og auðvitað er allir að prjóna mismundi forsendum en ég held að við séum flest að því til þess að njóta og þetta er áhugamála okkar þetta hjálpar okkur líka svona ná okkur niður eftir daginn þetta er bara svona notaleg stund fyrir mig og
en ég einhvern veginn alltaf eitthvað svona keppnis bara ég ætla að drífa með þessu, ég ætla að rumpa þess af og klára þetta og alltaf einhvern veginn með svona hugsanir. Já, hvað þetta? Ég líka svona, ég að prjóna eitthvað, búin að fara græða gatn í þetta sem ég að fara að prjóna, ég ógeðslega spennt fyrir þessu verkefni, en á meðan ég að prjóna þetta verkefni sem ég svo spennt yfir, þá heilin minn búin að skipuleggja næsta verkefni. Já, alltaf. Þannig ég svo spennt fyrir næsta að gleymi að kannski að njóta að klára þetta verkefni, þú veist. En þetta bara einhverjar hugsanir sem að þarf að, fatta hjá sjálfum sér til þess að geta stoppað þær. Þú veist, til þess að geta farið einmitt bara slaka, njóta, það þarf ekki að svo mikið pressa eða stress, og alls ekki að vera eitthvað stress í kringum þetta. Og stressa kemur bara oftast held ég frá okkur sjálfum. Það er bara yfirleitt. Nei. Bara algjörlega. Og ég veit ekki hvort þetta sé sko, að því ég man ekki eftir að hugsa svona mikið þetta eftir ég byrjaði á eins og Instagram. Og nú vil ég alveg meina ég sé ekki influenced af, þú veist, af einhverjum öðrum og en mér líður ekki þannig en mögulega í undirmeðvindunum maður að sjá aðra bara gjörsamlega framleiða á hverju fætur annari bara eitthvað flík sem maður bara, eða flíkur og maður bara eitthvað þú veist, wow mér langar líka að vera þá fær maður bara, og svo sér maður líka svo bara, mér langar að gera þessi peysu og þessa, og maður er komið langa lista og þá verður maður svona ef ég verið fljóta að prjóna þessa þannig að ég örgulega líka að gera þetta einhvern veginn og ég verð alltaf svo ofpeppast yfir því sem ég er að gera og maður langar alveg bara að klára þetta helst í dag Já, mér líka oft að ég komi kannski of mörg markmið að þá finnst mér að draga úr mér þú veist, þá fer ég einhvern veginn bara að gera eitthvað annað þetta verður bara svona overwhelming einhvern veginn nákvæmlega ég var alveg upplifað það líka af því bæði, ef maður er hvað sem maður er með byrjaðar á þeim að þá líður maður að því maður gera svo mikið að þá líður maður eins og maður sé ekki gera neitt en maður er samt kannski að gera meira en þú veist svona, maður er venjulega að gera en maður bara tekur ekki eftir því að þú nærði ekki að klára neitt Nei, það er svolítið leis það getur líka verið svolítið þreytandi Já en kannski tegundir af markmiðum það fyrir alltaf eftir hvar maður er hvort sem þú ert að byrja að prjóna eða ef þú ert búin að vera að prjóna mörg ár og svo til dæmis eins og við erum að reyna að skapa okkur atvinnu með því að prjóna þannig að þannig eru rosalega svona mismöndi markmið og kannski markmið sem við erum með eru kannski ekki hefðbundni prjónari með og eins og svona kannski fólk að hugsa hvað markmið, hvernig markmið á ég að vera með í prjóni eða handavinnu en það getur bara verið til dæmis að læra nýja tækni algjörlega að læra eða fara eftir nýri uppskrift pröfa nýja skrifta hönnuð pröfa nýtt garn læra að gera pröfustupröfu einmitt, ég læri það í fyrra það er vel gert eða bara læra að lesa úr uppskrift eða þú veist bara það getur verið svo óendanlega margt einmitt og maður þarf bara og kannski er þið líka kannski, þú er kannski búin að vera prjóni mörg ár og þið eru alltaf dreymt eitthvað prjónasett eða að pröfa nýja prjóna eða þú veist það, ég til dæmis sé bara prjónað úr lopanum þú veist ég kannski pröfa svona 2-3 tegundir en þú veist ég á svo margt einhvern veginn eftir að maður getur alltaf verið með það er alltaf hægt að bæta við þessi markmiðum og ef maður situr sér ekki í þessi markmið þá er oft, sko allavega í mínu tilfelli þá er ég bara að gera það sama Já, það er svolítið og ég held að margir séu sagt, eru kannski bara að prjóna sokkavætlinga af því það er kannski það sem þú kannt og það vantar alltaf sokkavætlinga bara sem dæmi og menn ég til dæmis er bara í peysunum það er kannski ekki margir þar, ég veit það ekki en örugglega ykkur er hérna með mér en það getur líka það bara verið ok, mér langar að pröfa eitthvað nýtt og hvort sem það er einmitt hvort sem þú ert, ég meina bara ég til dæmis ég er búin að pröfa 2 sinnum að gera sokk og það hefur bara okkur var ekki ætlað að vinna saman heldur mér og sokkaufskriftum ok en svo kannski ykkur sem að er að byrja að læra sokk og finnst það bara gengur ótrúlega vel Já, sérstaklega undanfarið í kringum mig þá er rosalega mikið að fólki búið að tala um að þeim langi að læra eitthvað nýja aðferð hvort sem það er að læra að sauma eitthvað ákveðið eða bara læra að sauma yfir höfuð eða læra að pröfa að sokka það er rosalega margir búin að segja eitthvað við mig upp á síðkastið og að byrja eiginlega svona mikið eiginlega svona í svona byrjun nóvember í fyrra svona nóvember, desember og þannig ég ákvaða núna í byrjun janúar að setja handavinnu áskorun bara í loftið inn á Tiny Viking og er að íta við fólki að ef þið langar að læra eitthvað nýja aðferð komdu að gera það núna
Og er ekki búið hætt að bíða. Er ekki búið að taka vel í það? Rosalega vel. Símina bara blingar endalaust, það er svo bara ótrúlega gaman að sjá viðtökurnar og gaman að sjá hversu margir eru að láta til skara skríða. Að já, að láta verða að því að læra ykkur nýja aðferð. Það er mjög skemmtilegt að sjá. Einmitt. Já, Það er bara að byrja. Algjörlega. Heldur betur. Hvort sem maður sé algjör byrjandi, Nákvæmlega. þú veist, eða að læra nýja aðferð eða hvað. En í þessar handavinna áskorun þá hef ég alveg lagt upp úr því að þetta er allt á rólegu nótunum. Þú veist, við erum bara að fara rólega af stað og bara sína okkur sjálfum mildi og gera handavinnu, veist, bara með gleði. Já. Þú veist, þá að færa manni gleði og ró og ég setti inn möndru inn í áskorunina og svo hef ég bjóðið til og setti inn fyrir daginn í dag. Þannig að það gátu vistað mynd þar sem ég hafði skrifað inn maður getur vistað og setta svona screensaver á síma sinn og það á þessu þessari mynd stendur svo satt fyrir ró, fyrir gleði, fyrir mig. Þú veist, að muna ég er að gera þetta fyrir mig. Þetta er geðveik mantra. Já, hún er svolítið góð. Hún er mjög góð. Já, ég vil hafa gleðina með hann inn í þessu sko. Já, að því samt slökun. Að því sko maður getur trillst þegar maður er að læra eitthvað nýtt. Já, það er ekki að ganga. Það er svo mikið svoleiðis. En svo er alveg hvíldadagurinn á milli og svona og þannig að þetta er allt bara einmitt svona að muna þegar maður er að læra eitthvað nýja aðferð að bara, þú veist, maður þarf ekki að sigra heiminn í dag. Nei, nákvæmlega. Þú veist, ég var að læra að spila á píanó bara og sest niður og ætlar bara að fara að spila lag. Það er ekki þannig. Það sest engin niður og bara nær öllu strax. Nei, bara alls ekki. Þetta er bara æfing og einmitt, bara gera smá á dag eða þannig. Nákvæmlega, og þó það sé ekki nema bara 4 lykkjur eða eitthvað, þá algjörlega. Það er maður búin að pröfa. Já. Og stundum er maður líka bara ekkert upplagður endilega fyrir akkurát að því þetta er áhugamálum hans. Já. Þá þarf maður líka stundum bara svona, herðu, ekki í dag, ef ég er bara ekki stemd í og sérstaklega fara að læra eitthvað nýtt. Algjörlega. Eða eins og þú talar í jólaþættinum, að það er svo gott að það er alls ekki allir sem tengja við þetta, ég vil sé það á Instagram, fólk sem verið skiptast í 2 hópa, að vera með fleiri en eitt verkefni í gangi. Já. Og þegar maður er að eiga erfiðan dag þá vil maður geta sest niður og prjónað helst í hring eða fram og tilbaka, bara eitthvað heiladautt. Algjörlega. Og svo ertu með eitthvað annað verkefni sem þú ert að læra og einbeita þér þegar þú hefur orkunni í það. Algjörlega. Og mér finnst það mjög mikilvægt að hafa svona, þessi sikkur 2 verkefni í gangi. Ég hef svo sannarlega þurft að því að halda núna jólin. Ég hef með veistu það, mér langar alltaf að grýta þessu í vegginn og láta það svona leka bak við sófan og helst að gleyma því í 2 ár. Ángríns, ég var að trillast á þessu verkefni. Já, það er svo pirrandi þegar mann langar svo mikið bara að fá að setjast niður maður fær svona tilfinning bara, nú þarf ég að prjóna, þú veist, og svo getur ekkert gert og þá bara, vil ekkert virka og maður bara svona, ekki núna. Nei. En þetta er eina sem ég er með að prjóna núna. Það er svo þreytandi sko. Já, það hefur verið erfitt. Það var erfitt sko, mjög erfitt. En ég er búin að taka þetta verkefni í sátt núna. Það er gott. Ég hendi því ekki vegginn. En já, þetta er líka eitthvað sem er mjög mikilvægt að muna og bara í allri markmiðasetningu að oft er það þannig að stundum tekur 2 skref áfram og 1, nei, hvernig var aftur? 2 skref tilbaka og 1, nei, hvernig var það? 2 skref áfram og 1 afturbak. Já, einmitt. Ég byrjaði rétt. Já. Einmitt. Að þú veist, einmitt, þetta er ekki allt eins og hversu oft eða mörgum klukkutímum hefur þú eitt í að rekja upp. Og ekki bara rekja upp, heldur upp það sem þú tímandi sem fór í að prjóna það sem þú þurftir að rekja upp og svo prjóna aftur til að halda áfram. Þú veist. Já. Þetta getur alveg, maður getur oft séð rosalega eftir, ég man þegar ég var að byrja, þá sá ég rosalega eftir þessum tímum. Okay. Og ég var kannski að þrjóskast við bara, nei, heyrðu, það sér þetta enginn og svo tröflaði þetta með alveg bara, ég bara gæti ekki sofið. Þá ertu að rekja sko alla peysunu upp í staðinn fyrir að hafa gert þetta strax. Já. Og svo oft sem ég reyndi eitthvað svona fjósamix og bara svona, nei, ég laga þetta bara, reyna tósi hennan eitthvað. Fjósamix, já. Gekkjórn, ok. Ég kannast ekki við að gera eitthvað svoleiðis. Ég sko, mér finnst mjög áhugavert að heyra þig segja, þú veist, að þegar þú varst að byrja að prjóna, þú varst að þrjóskast við að halda samt bara áfram. Ég tengi ekki við þetta af því að ég rek upp strax ef ég sé að það er eitthvað gatið eða eitthvað, en ég er náttúrulega búin að prjóna síðan ég var, þú veist,
ég veit ekki, 6 ára eða eitthvað. Já. Þannig að en það sem ég mynd segja alltaf við byrjendur á byrjendanámskeið hjá mér að þú veist, ef það þú veist, þegar maður að byrja að læra að prjóna að leyfa bara þessu gati að vera nema því langi að fara að læra að laga göt eða taka upp lykkjur eða passa þær snúi rétt á eða eitthvað þannig en ég segjum þetta alltaf líka við að sko aðalatriðið að komast sko í gegnum verkefni. Já. Verkefni á ekki að vera fullkomið fyrst. Þú ert bara að læra alls konar aðferðir og þetta er bara æfing og og einmitt fyrsta stykki sem þú prjónar það á ekki að vera eitthvað fullkomið en næsta stykki það verður betra. Og þriðja stykki ennþá betra. Og einmitt bara ef það er gat eitthvað staðar að maður getur alltaf heklað eitthvað litla dúllu eða teki bara auka gatspotta og saumað fyrir gatið eða það er svo margt hægt að gera. Það er fjósamix. Það er fjósamix. Ég ætla að innleiða þetta orðið mér í orðaforðan. Það er það sem ég reyndi að vinna með til að byrja með. Já. Og lærði svo að það var ekki það sem virkar fyrir mig. En ég er samt alveg sammála. Þegar maður er að byrja, og mitt besta ráð til byrjanda er að prjóna úr svörtu, dökkbláu, þá sér enginn, það sést þetta minna. Ekki byrja að gera hvíta peysu eða ljósdrappað eða eitthvað svona ljósa liti því þá sést þetta allt. Og ef það svona truflar þig, þá er það að fara að trufla þig meira í ljósum litum þegar sem þetta sést. Þannig að ég mæli allavega með að fyrsta peysan kannski eða fyrsta, ef þú ert að gera húi eða eitthvað, gera það í dekkri litum að þá sést þetta minna en þá getur þú kannski ekki séð þetta eins vel en þetta er bara fyrsta peysan eða úr húan eða hvað sem þú ert að prjóna og næsta getur svo verið í ljósari lit og þá kannski sér þið meira. Það er allavega mitt svona og ég segi þetta alltaf ef ég er að kenna einhverjum að ég mæli með því og að því mér fannst það svo gott. Ég man að fyrsta peysan ég sett hann svo upp í ljósi og ég hugsaði bara ég get ekki gefið inn þetta, mér finnst þetta alveg bara guð mig góður. En svo þegar maður fór að prjóna aðeins meira þá fór þetta að verða sléttar og fallera. Það sást ekkert. Mjög góða punktur. Ég ætla að segja þeir sem eru á byrjandi námskeið hjá mér þá segja ég ekki byrja að prjóna svörtu þannig að mér finnst mjög gaman að heyra þitt point of view að það getur verið svo erfitt að sjá lykkjurnar. Eða þú veist sérstaklega að það var komið kvöld og maður kannski missir lykkju maður síður meiri líkur maður sjá ekki kannski maður hafa mislykkju eða eitthvað maður að prjóna í myrkri. Það er mjög en þetta er mjög áhugavert. Ég sér hvað við erum ólíkar ég veit það, þetta er skemmtilegt, þetta er góð umræða þetta er geggjuð umræða. Það er 100% fólk sem er að hlusta og sem tengja annarkvort í sitt hvort. Ég fór Ég verið mjög gaman að vita hvort fólki tím svart eða ekki til að byrja með að því ég man alveg eftir að hafa mist lykkju og ég man sko ég misti svo örgulega svona niður kannski svona 6 lykkjur eitthvað áður en það var svona svört peysa sem ég fann út úr því sjálf hvernig ég náða pikka hann upp af því ég nefndi ekki býð eftir með mig hún var svo lengi þá bara fann ég út úr því sjálf mjög vel gert. Já, takk fyrir og þá var ég með sko stálprjóna sem eru ljósir og þá sá ég lykkjurnar en auðvitað var svona erfiðar að sjá þegar maður mista hana niður sko, þegar maður er alveg að byrja. Og líka ef maður er að prjóna svona kvöld sem maður er svo ofta að gera líka nefnilega og maður er gott ljós allavega. En þetta er svona eitthvað til að hafa í huga það er líka kannski að fara millivegin það þarf ekki að vera alveg svart það var grátt ef maður hefur áhyggjur af að maður prjóna ekki fallega og maður svona, vill ekki sína einhverjum þú veist þá er kannski alveg sniðut kannski að velja aðeins dekkri lit en upp á að geta séð allt þá er með ljósari klárlega það ég hef ekki spáðið þessu alls konar pælingar en það er samt mér finnst það með svo gaman að tala við þig og fleiri sem er að gera það sama því ég hef aldrei hugsað um þetta. Nei, bara sömuleiðis mér finnst bara einmitt að heyra pínu svona hvert þú að spá, hvað er ég að spá hvernig sjáum við hlutina og líka ég er aldrei að tala um það við eitthvað út í bæ að ef þú ætlar að fara að byrja að prjóna eitthvað mæli ég ekki með eitthvað hann er mjög þetta er mjög gott geggjað að spjalla um þetta heyra hvernig maður hugsa mismunandi um þetta þess að finna þetta er bara inn í heilanum hans maður bara sest niður og byrjar að prjóna eitthvað bara autopilot eiginlega án þess eitthvað að vera spá þetta er mjög gott þegar maður voru að kanna þetta þá var þetta algjör autopilot en maður man alveg þegar maður var að byrja þá er þetta alveg svona það er alveg að vera hugsa og þetta er eitthvað sem kannski ég held að margir sækist í að vera alltaf að læra eitthvað nýtt ég allavega eins og er að fylgja stelpu á Instagram hún er alltaf að prjóna eitthvað nýtt eða svona, og þá er ég að meina þú veist nýjar svona
hvað heitir þetta svona mismundi snið, mismundi áferð Gekja. alls konar nýja svona tækni og henni finnst það svo svona róandi og svona einhvern veginn slakandi á kvöldin að vera að lesa einhverja flókna prónafskrift Lord. eitthvað sem ég tengi ekki Nei, en það er svo gaman hvað við erum mismunandi í þessu einmitt, og getum við einmitt gefið hvora öðru innblástur með því líka. nákvæmlega Já, það er nefnilega, það er bara frábært, já, algjörlega frábært. mér finnst það alveg magna og það er Já. líka einmitt að þá er svo gaman, sérstaklega ef þetta er eitthvað sem mann langar að gera vera að fylgja einhverjum sem mann finnst vera að gera fallega hluti á Instagram og þá fær maður svo mikinn innblástur og maður verður náttúrulega að passa að taka bara innblástur en ekki hugsa þú veist hérna Algjörlega. ég ekki gert þetta og eitthvað svona Mhm. heldur freka bara á líka vista myndirnar eitthvað sem maður langar að gera og það er einmitt svona það er hægt að gera möppurinn á Instagram þegar þú ert að vista Mhm. sem getur verið annarkvort to do listin sem ég ætla að gera eða hérna, want to do það sem ég langar að gera Mjög sniðut. eða dreymir að gera Já, einhver tíma, það þarf ekki verið í ár mjög sniðut. á svona einhvern veginn að svona þrengja markmiðin eins og ef að fara strax yfir í okkar markmið Já, til það. herjá, við byrjum á bara okkar markmiðin með lykkjufallið þá langar mig til dæmis ótrúlega mikið ég fór eins svona á viðburð hjá Arionbanka það sem að Gerður sem er með blöss hún var með fyrirlestur og var með svona glærukynningu það sem hún talaði þetta hún var með svona einhverju köku ég ætla að reyna að útskýra það vel ég veit ég voni ég ná að skilja svo frá mér vel en þess að hún er með köku ef ég myndaði bara svona ekki súlurít heldur kökuna og þú skiptir öllum svona hvað segir maður öllum þáttum segjum bara til dæmis vinnan, andleg heilsa fjárhagurinn áhugamál, samband við maka samband við vini og svo kannski bara allt sem þú vilt hafa hann inni situr það í þannig að þú veist það er bara þetta eru allt jafnstórar í rauninni kökur en svo dregur ystu línuna þú þjappar henni niður kökuna Innan miðju. innan miðju já þannig að allar þessar litlu kökur verða með svona stuttar og langar og svo sá hún sjáu þetta fyrir eitthvað sem dekk á bíl hversu vel getur dekkið ykkar rúllað þetta snýst að vera með jafnvægi af því það eru til dæmis held ég mjög margir sem að tengja við að gefa allt í vinnuna svo kemur heim enga orku Nei. til þess að elda kannski við sinna börnunum eða makanum eða hvaða nú er eða ef þú býrð einn þú er enga orku til að vera að þrífa elda, þú veist en þetta snýst svolítið að reyna að hafa þetta dekk með svona einhvers konar jafnvægi og mér finnst svo gaman mér finnst það svo geðveikt og nú er ég alveg bara svona sitt mitt upp svona mitt persónulega svona og mér langar svo að mitt að geta sett okkar markmið í lykkjufallinu upp í þetta Já, við þurfum að gera það og ég held að þetta sé líka sniðut fyrir eins og bara en hefðbundna prjónara sem er ekki með kannski er rekstur eða eitthvað tengdu prjóninu að geta sett ef maður setur upp svona hjól þá getur líka svolítið séð hvað hef ég mikið rými fyrir handavinnuna þannig að ef ykkur hefur áhuga okkur svona þá hérna ég veit ekki hvað þetta heitir en það er til alls konar svona hvað heitir það það er svo smart Já, bara alls konar svona markmiðs formúlur já, hvað svo leiðis já, svona módel Já, módeldi sé bara kannski fínt orð já, smart, er það ekki notað í Jú, ég til dæmis mikið að nota smart markmið upp í háskóla já, einmitt það er, mér finnst það svo gaman einhvern veginn að setja þetta svona inn og þannig getur maður líka brotið einhvern veginn að því ef þú setur bara eitthvað svona markmið ef þú setur bara okkur langar að vera með hlaðvarp já, frábært, en þetta er rosalega opið markmið Já, mjög við þurfum að vera búin að ákveða við ætlum að gefa út svona marga þætti í mánuði við ætlum að Hvað er það að tala um einmitt já, hvað er að tala um og hvernig ætlum við að halda þessu gangandi hvernig ætlum við að koma okkur framfæri hvernig ætlum við að fá fólk til þess að ná til fleiri hlustanda hvernig ætlum við að auglýsa okkur út af við Algjörlega maður þarf að svara öllum þessum spurningum til þess að sjá hvernig þetta er þetta að fara að ganga hjá okkur er þetta svara þetta kostnaðis er þetta tímans virði og alls konar svona Algjörlega
þannig og við til dæmis við vorum búin að segja henni í síðasta þætti að við ætlum að vera viðburð í janúar og þetta held ég tengja margi við manni langar að gera allt en maður hefur ekki tíma það er svolítið svoleiðis og líka alveg, við erum búin að ákveða viðburðin já, við erum búin að hafa samband við eina verslun og svona komnar aðeins áleiðis með þetta já, en svo bara kemur lífið stundum svona í veginn já og það maður bara rúlla með því og það er alltaf lagi og við ætlum alltaf að halda hana viðburð hann bara verður ekki í janúar við erum svo stefna núna á svona febrúar, mars já þannig að það er bara einmitt lífið gerist, þú er einmitt byrjuð í skólanum og hérna það er aðeins líka hjá mér sem að hefur ekki haft nægan tíma til að vera skipuleggja þetta en og þetta er líka bara eins eitthvað sem maður þarf líka að vera viðbúin lífið gerist, maður þarf að vera sveigjanlegur og mér finnst líka maður má ekki vera hræddur við að segja frá markmiðunum sínum það er alltaf læg þó hlutinni breytist algjörlega færi maður aðeins til algjörlega og líka í mannlega þessar tilfinningar sem maður hafði áður en ég er búin að vinna mjög mikið í henni að að maður fær tilfinningu kannski eins og maður sé að feila maður sé ekki að standa sig að því maður vill svo mikið standa sig nákvæmlega en ég er alveg búin að vinna með þetta mitt bara að hugsa bara þetta skiptir ekki máli það gerist ekkert þó þetta verði ekki núna og það má alveg færa þetta og þá líka bara er maður fullar af orku og getur gefið allt í þetta þegar það kemur að því og það verður geðvægt nákvæmlega, það akkurat við þurfum að hafa orkun að vera gaman ef þetta er ekki gaman, ef þetta er orðið svona eitthvað svona ég þarf að gera þetta eins og þannig að þegar Anna Sigga var hérna í pressuprónunu já, algjörlega það er alltaf læg að taka þetta einu sinni en ef þú ert alltaf í þessu þá verður þetta ekkert gaman lengur nei, það er alveg rétt, hárrétt þannig að en já, við fyrir kannski í okkar svona persónulega markmið eða eigum að fara kannski nánar í nei, við skulum ekki fara alveg strax í lykkjufallans markmiðin, en markmið er klárlega að vera með viðburði í framtíðinni mjög spenntar fyrir því stóra viðburði allavega í huganum erum við konum með risa ég það er svo spennt en það kemur að því kemur allt hérna að gerist á réttum tíma rétt en vilt þú segja okkur frá þínum persónulegu prjóna og persónulegu markmiðum á þessu ári? Já. Hvernig þú búin að setja þau upp? Já, góð spurning. Já, sko, á þessu ári, ég var að byrja núna á síðustu önninni í mastersnáminu mínu og ég er í 4 áfengum og í fullri vinnu, meira en það. En já, þannig að svona... Já, og svo er náttúrulega Tiny Viking líka og við fylgta námskeiðum og alls konar. Þannig ég er bara búin að tók þessa æðislegu dagbók í fyrra dag og byrja að skrifa niður bara hvenær eru deadlines á öllu til þess að ég myndi að fá góða yfirsýn yfir bara hvenær hef ég tíma í að gera eitthvað annað en það sem ég þarf að vera að gera. En ég byrjaði náttúrulega að setja inn bara hvenær eru deadline á öllum verkefnum og þannig og ég setti inn líka til þess að muna, bara til þess að halda geðheilsu í gegnum svona stór og þung verkefni eins og þessi önn mun vera að það er svo ofboðslega mikilvægt að að taka frá tíma í að sinna sjálfum sér. Já. Þannig ég er búin að setja inn núna alveg bara í hverri viku bara ræktinn, þú veist, bara ég þarf að gera alltaf að halda geðheilsu, ræktinn eða bara gufa. Já. Eða eitthvað, bara eitthvað allavega, þú veist, að nokkuð sem í viku þá er þetta bara me time og það er bara deadline, skilur, ég get ekkert slaufa því, nema náttúrulega bara maður verið veikur eða eitthvað, skilur. Þannig svo bóki fund út í bæ, þú ert ekki að vera að beila honum. Nei. Ekki frekar en gufunni. Nei, hárrétt. Já. En já, þannig að svona, já, þessi markmið, aðalmarkmið það er einmitt bara að ná að útskrifast í júní, klakka ekkert smá til. Já. Loksins, get sagt því sem textilkennari. Herrið, það er það. Síðan verð ég með, ég þarf að taka upp 2 námskeið, 1 framhaldsnámskeið í saumaskap og 1 útsaumsnámskeið. Já. Og ég er að fara að vera með bæði þessi námskeið hjá Framvegis símenntunar miðstöð sem að ég hef verið í samstarfi við síðustu ár, 5 eða 6 ár, en þetta er í gegnum stéttarfélag sem að þetta er. Þannig að þeir sem eru hjá ákveðnu stéttarfélagi geta komið þá frítt á þessu námskeið. Ok,
nice. Yes, geggjað. En námskeiðin munu líka fara síðan bara inn á Tiny Vikings síðuna. Þannig að já, og það alveg hellingsvinna við að taka upp námskeið og setja þau upp og koma þeim frá sér. Já. Þannig að já, síðan ég líka á þessu ári og byrjuð að vinna í að þýða síðuna mína alla yfir á ensku. Okay. Og og öll námskeiðin líka yfir á ensku og og ég fekk til liðs við mig Ásu vinkonu mína, Ásu Bergmann. Hún hún grafískur hönnur og verslunarhönnur, hún ótrúlega flink í sínu fagi og hún heitir á Instagram Bergmann Studio eða vil kíkja og já, þannig að hún ætlar að hjálpa mér að koma síðunni yfir á ensku einmitt að því ég reyna að æfa mig í því líka ég þurfi ekki að gera allt eða gera allt sjálf. Það svo mikilvægt. Já, að ég reyna að æfa mig í því. Já, einmitt. Að sleppa tökunum, einmitt að því maður heilin alltaf bara flugi og það er svo margt sem maður langar að gera að maður kemst ekkert endilega yfir þetta allt sjálfur. Ekki ef maður ætla að vera í 20 ára á því. Nei, einmitt. Þannig að já. Ok, vá, hún með ótrúlega flott Instagram, ég skoða þetta hérna. Já, hún algjör snillingur og bara þvílíkur fagmaður í sínu fæi og vinnur ekkert smá hratt og bara með geðveikur hugmyndir og já. Mæli klárlega með. Já, þannig að já, svo líka í sumar þá ég að fara að gera mjög skemmtilegt en ég ekki alveg tilbúin að segja frá því. Okay. En það handavinnutengt. Okay. Og já, þannig að það eru alls konar markmið í gangi og svo náttúrulega langar manni svo maður líka náttúrulega alltaf að hugsa að það einhver ákveðin handavinnuverkefni sem manni langar að vera að gera prjóna eða sauma eða eitthvað en kannski kemur ekki þau alveg öllu í verk en það kemur að því. Ertu með einhverja svona uppskriftir sem þú ert með sem þú ætlar að gera? Koma frá mér? Já, ég náttúrulega sko þegar ég alltaf með einhverja hugmyndir málið þegar maður fer að taka síðan upp námskeið það tekur svo mikinn tíma að að ég þarf þá bara að setja fókusin í það og annað framhalds saumanámskeið þar náttúrulega þarf ég að búa til uppskriftina, búa til sniðið og svo þarf ég að taka allt upp allt ferli hvernig það er gert og svo klippa þetta allt til og koma sér inn í síðuna þannig að ég næ ekki að koma uppskriftum eins hratt frá mér og ég myndi vilja saumanámskeiðinu að fara að sauma sér satt buddu með rennilás eins og þú ert með sem þú prjónaðar á það námskeið ekki komið inn á síðuna mína þetta öðru þessi budda, hún bara saumuð þessi hinn prjónuð og saumuð hún ógeðslega flott takk takk já, þannig að það verður alveg saumanámskeið já, og svo náttúrulega útsaumsnámskeiðið þá þarf ég að gefa út munstur og uppskrift með því þannig að já, nei, ekki annars ég vildi kemist mikið hraðar yfir að koma uppskriftum frá mér já, þannig að þetta er svona stóru markmiðin sem ég er með akkurat núna já. Þetta eru stór markmið og einmitt og það er líka sko mikilvægt þegar maður er með einmitt nokkur svona stór að vera þá ekki kannski með ómikið litlum líka með það er betra að vera með svona það sem ég ætla að gera það sem væri næs að gera ekki allt bara eitthvað svona þetta ætla ég að gera það sem þetta verður ómikið þetta er alveg mjög stór markmið þetta er mjög, og svolítið klikkað að ætla að gera þetta alltaf sama tíma og í námi algjörlega, líka því að ég bæði meira en 100% vinnu og meira en 100% námi og bara einmitt allt sem maður er að gera þannig að taka upp námskeið þau eru búin með skólan þá þarf það með að taka smá pásu já, það verður að vera það er svo núlstilla sig nákvæmlega maður getur alveg tekið svona skorpu en svo verður maður að kúpla sig aðeins út maður verður, en það er svo oft einhvern sem maður svona gerir það ekki ég held ég verið þvinguð í að gera en það er samt, það er alveg hárrétt það er sko alveg hárrétt alltaf oft svo leis maður verður svo spenntur eitthvað þú veist, loksins eins og bara að þú segir þetta eins og síðustu páska þú veist, þá var ég í fullu námi og hefði náttúrulega bara átt að vera í páskafríi að bara núlstilla mig nei, þá kann ég hoppa til Kanari þú veist, full swing maður bara lærir það svo allir saman en þú,
Hvert þú með eitthvað markmið fyrir árið? Já, ég eins og ég sagði áðan, þá er ég náttúrulega eftir að kaupa bókin og setja þetta allt svona upp í hjólið, þetta er ekki mitt, en ég er búin að setja niður nokkur markmið fyrir þetta ár fyrir sérst prjónið og ég er einmitt að fara rosalega út fyrir kassa minn. Ég er nefnilega líka að taka upp, sko, á ensku mun ég kalla það tutorial, en ég veit ekki á íslensku, ég veit ekki hvort það væri námskeið, en ég er að taka upp myndband fyrir, sko, bæði ef þú byrjandi og hefur aldrei prjónað neitt, þá er ég að fara að kenna þér hvernig þú getur prjónað og það verður í svona köflum, þannig að þú getur, ef þú hefur prjónaður, þá bara sleppur þeim og svo hvernig þú prjónar í gegnum mínar uppskriftir. Snillt. Og þetta er kannski líka bara svona fyrir einhvern sem langar að prjóna peysu en hefur ekki þorað og langar að taka skrefið og byrja að pröfa eitthvað svona og sjá þá hvernig, ég held að þetta geti hjálpa fólki einmitt af stað svolítið sem að finnst þetta, ég er alltaf búin að fá mikið af fyrirspurnum. Þannig ég hugsa, ok, það er grannlega eftirspurn og af hverju ekki að pröfa? Algjörlega. Þannig ég er búin að taka þetta allt sjúklega vel gert. Já, bara eftir að ég eftir að klippa þetta allt til, lesa inn á þetta, skrifa textan og það sem ég finnst erfiðast öllu er að koma í mynd. Og það er annað markmið hjá mér. Ég bara byrja að svitna við að hugsa þetta. Ég var alveg spennt að segja það. Það er einmitt, ég er bara með ofnæmi fyrir myndavélinni. Ég fór ekki fermingamyndatöku og ég náði alltaf að einhvern veginn snega mér út úr skólamyndatökum. Ég man bara eins og í 10. bekki af myndatökunni, þá fór ég á klósitið og ég kom ekkert aftur. Oh my god. Ég bara þoli ekki myndavélar. Og þegar ég var yngri, ég náðist ekki mynd nema ég var kannski að djamma eitthvað staðar. Og svo var þegar ég var að fermast, ég var, var í skóla á Hvolsvelli og ég var að fermast, þá var send svona hvað heitir þetta, svona pláss, svona blaðið, hér búkolla eða eitthvað, ég manum ekki hvað það heitir. Átti að vera mynd af fermingabönnunum úr sveitinni. Ég sko reifst við prestinn og hann var alveg reiður, ég var alveg hrædd við hann sko, að hann bara, þú verður að myndinni og alveg svona æsti sig fullmikið. Þannig ég eitthvað svona, ok, þá ætla ég að vera með hári fyrir andlitinu og hann bara, já, þá verður þú þannig. Og ég bara, já, ég var þannig á þessari mynd. Nei. Jú, af því ég var bara, mér langaði ekki að vera þarna. Nei. En stundum er þetta bara svona. Já. Þannig ég hef alltaf bara verið, bara þoli ekki mynda, ég bara þoli ekki sjá myndir af mér. Nei. Þannig að eitt af því sem ég langar að gera núna þessu ári er að koma meir í myndavélina og líka bara út af því ég bæði náttúrulega með þetta hlaðvarp og fólki kannski, ég meina ef ég er að hlusta á hlaðvarp þá langar mér alltaf að vita hverjir er þetta. Já, algjörlega. Þannig að það vita flestir hver þú og Anna Sigga og ef þeir vita ekki þá mjög auðvelt að koma að staði og fletta ykkur upp en ekki mér. Engin myndaður á netinu. Þú veist, alveg á netun, ef þú veist náttúrulega hver ég er. Já, en bara Rakel, hver er Rakel? Hver er Rakel? Ok, ég er fáralega spennt fyrir þessi revíl. Fólk veit það ekkert almennt, náttúrulega vinir mínir vita hver ég er. Já. En þú veist, flestir vita það ekkert. Og ég er ekkert með mitt persónulega neitt tengt prjóninu. Ok. Þannig að, já, ég hef ekki ég hef ekki byrt andlitsmynda mér á, ég er búin að setja 2 inn á mér með sólgleru. Já. Ein í story og svo er 1 póstur á mér. Og en ég veit ekkert hvort fólk viti endilega þetta sé ég skrifa ekkert að ég er búin að vera að fá vini sem er að mótala fyrir mig þannig að, og svo er allt í ein mynd af mér hana þannig ég veit ekkert hvort fólk fatti skilur. Nei, okay. Og svo kannski heldur ykkur að ég sé ykkur af vinkonum mínum sem er búin að vera mótala fyrir mig þannig að mér langar svolítið að setja þetta markmið á árið að koma í mynd hana og ég held líka að það kannski það muni bæði kannski hjálpa mér að tengjast betur við þeim sem er að fylgja mér. Já. Og að því, þú veist, ég er búin að mynda alveg bara magnað samfélag. Ég er bara komið með, eins og fyrsta skrefið mitt í þessu var ég ákvað, ég er búin að allir sem er að pröfuprána fyrir mig og ég vona að kærasta bróður minns er ekki, hún er að hlusta. Þú ert ekki klósfrelsa þér, svo ég þóra ekki.
ég held að hún sé eina sem er búin að pröfubrjóna fyrir mig sem er ekki close friends af því mér er svo vandra alltaf hún sjá mig í story Hætti nú alveg þannig að ég er búin að vera að koma að æfa mig að tala í story við pröfubrjónana mína vel gert þannig að bara þau sjá mig og eru búin að sjá mig og viðbröðin sem ég fekk voru náttúrulega bara jákvæð bara hvað gaman að sjá þig eitthvað svona þannig að þannig að ég er svona að æfa mig og bara til dæmis helgina ég var náttúrulega ógeðslega veik en það var svo góð birta og ég bara ég verð að nýta þetta maður þannig ég var að taka myndir af mér í peysum og ég ákvað að pröfa að ég tek alltaf bara varirnar og niður og ég ákvað að pröfa að taka nokkrar af mér og svo náttúrulega bara delete en hættu þessu gullfalleg svo hugsaði ég alveg bara svona ok, ég er samt að æfa mig ég ætla að pröfa bara að sjá og pröfa bara að taka nokkra myndir af því öðruvísi mun ég aldrei geta komið í story þannig að þetta alltaf að því þegar þú setur stórt markmið stóra markmið er ég ætla að koma í story bara oh my god, ég fæ bara niðurgang við tilhugsun en hvað ætla ég að gera til þess að því ég get ekki bara morgun komið í story þannig að þá þarf ég að gera eitthvað reglulega fram að því að ég þóra að koma í story algjörlega og þá er ég að pröfa að taka með myndir í peysunum og að tala um pröfuprjónana mína vel gert, ég er mjög stolt að það fyrir að setja þetta í gang og ert að reyna að vinna í þessu mjög vel gert takk fyrir fyrir kannski einhverju hlusta og bara þú veist, ekkert mál en fyrir mig ég held að sé alveg fólk sem tengir þetta og þó það sé ekki þetta þá er það bara kannski eitthvað annað að ég bara, mér finnst þetta bara ég bara byrja að svitna við tilhugsunina en það er samt bara þannig þegar maður er að byrja að æfa sig svona, og sérstaklega líka bara þegar manni finnst maður þú veist, og ég tengi reyndar ekki við þetta að finnst óþægild taka myndir af mér eða eitthvað en ég tengi við það, þú veist, með þess að koma í story það er bara erfitt ég man bara því ég var að æfa mig fyrst mér fannst það bara ógeðslega bara asnalegt, vandræðalegt, þú veist, hvað hefði ég eitthvað að segja eða þú veist, þannig að bara það eitt og sér ætla að koma í story, það er huge það er það sko og svo ertu líka að reyna að vinna í bara því við yfir höfuð og það er að taka myndir þannig að en ég finnst það fárlega vel gert þú ert búin að setja þetta í gang og nú ert að reyna að break the cycle þannig að komast svona aðeins vinna að þessu markmiðum að þau gerast ekki bara allt í einu sérstaklega manni langar að gera breytingar og mér langar líka bara að svona skora svolítið á sjálfa mig að því ég veit þetta er bara svona þú veist, come on, ég er orðin fullar kona, ég á alveg geta sett mynda mér í story, come on en þetta líka, ég er búin að vera að hugsa finnst mér kannski bara þægilega að vera í vídeo af því þetta er myndirnar sem ég bara á okkur búið að erfitt með kannski, þú ert að gera tilræði núna nákvæmlega þannig að þetta er eitt af bara, þetta er stóra markmiðið mitt ok, fárlega vel gert mér finnst það bara huge og þetta er líka það sem ég er búið að því ég ætla að vera tilbúið með þetta námskeið á október, ég er búin að tók þetta upp í sumar sko. Var það vel gert? Og svo bara þetta er að stoppa mig að koma í myndavélina af því mér langar svo að vera í mynd og segja bara hei takk kærlega fyrir að gera þetta með mér og svona og vera í peysunni og ég bara get ekki þú veist, og það er svo leiðilegt og ég vil ekki vera að láta svona hluti stoppa mig Nei. Ég mæli með því og taki bara upp myndbandið horfir ekki mikið á það og svo bara setur það inn á síðuna þína og svo skoðar það ekkert meira gæti verið eitthvað það gæti verið eitthvað, vandamálið ég þannig að klippa þetta til og skrifa niður að því þetta texta allt það sem ég segi en þú veist já, þannig að þetta eru svona 2 stóru markmiðið mín og svo náttúrulega sjálfsögðu bara lykkjufallið það er risa þú veist, þetta er rosalega mikil vinna og við erum fara að vera með fullt af viðburðum og ég er bara sjúklega spennt fyrir þessu þannig að til dæmis ég vil ekki setja mér stærri markmið þú veist, mér finnst þetta bara vera nóg fyrir mig í fullri vinnu og í þessu, svo náttúrulega er ég með þú veist annað, ég ætla að vera duglegri að posta á Instagram ég er ekki búin að vera dugleg í fyrra ég held ekki því sko, það eru kannski max 15 postar eða eitthvað sem
þú veist, af mínum prívat aðgangi, ég er ekki búin að posta síðan 2022 Ó. en þegar maður er að reyna að selja þá eru 15 póstar yfir árið ekki mikið Nei. og eiginlega bara ekki nóg, alls ekki, nei, alls ekki sko, þannig ég er meira búin að vera í story Mm. en ég ætla að reyna líka að vera svona það er flott. reglulegri, þannig að það er svona 3 prjónamarkmið sem ég er með Geggjað. og það er líka bara, það er bara erfitt oft að posta á Instagram eða skiljum, maður þarf að vera alltaf einhvern veginn með nýja myndir, maður þarf að hugsa einhver texta og vera svona, maður þarf að vera sýnilegur Bara algjörlega. þarf essin það sem við erum að gera ef maður ætlar að vera að selja, ég sé það bara á sölunni Já, ef ég er ekki að posta neitt þá er ég ekki að selja neitt það er bara, en leið og ég fyrir að posta Já. þá það gerist rífur eitthvað. sölun upp Já, ég bara alveg sama. Hér, já. Já. Og ég maður hefur heyrt þetta frá fleirum maður þannig alltaf bara að vera sýnilegur algjörlega. þannig að það er eitt af því sem að já, þessi 3 markmið eru svona prjónamarkmið mín en mér langar líka rosalega þetta er til dæmis, ég set markmiðin upp það sem ég ætla að gera Já. og er aktífli er að vinna í Já. og svo er það sem ég langar að gera og það eru svona markmið ef að ég næ hinum og ef mér gengur vel þá ætla ég að gefa mig tíman og mér langar að pröfa að gera ég veit ekki hvað þetta heitir á íslensku en þetta heitir drop sleeve eða drop shoulder Já. svona snið, Geðveikt. veistu hvað heitir á íslensku? Nei, ertu ekki að meina svona eitthvað peysu? Jú, bara eins og eru peysan sem ég er í Nei, ég veit ekki. sniðin á henni er eins og peysan sem ég er í þú veist, Ok. þá er Já, að maður prjóna hana hérna upp og maður klippi fyrir erminni. ég sko Sem var ný. annarkvort getur þú klift ermina eða þú prjónar fram og tilbaka Já. hérna framan á og Já. svo fram og tilbaka aftan á Ok. og svo bætur þú ermin í Já. þannig að, og ég er búin að ofugsa rosalega mikið ég myndi náttúrulega vilja prjóna bara hring alla leið og Já. klippa Já. en sem svona söluvæna uppskrift þá kannski hræðir það marga að þurfa að klippa Já, klárlega. Eða fara sömu saumavél eða eitthvað leis. nákvæmlega þannig ég er búin að vera að liggja yfir hérna YouTube-myndböndum og ég er búin að sjá ótrúlega flott aðferð þar sem maður getur bara heklað í staðan fyrir að sauma Mjög sniðugt. Það er mjög sniðugt aðferð. já, þannig að mér langar rosalega að pröfa hana Já. og svo er ég líka svona búin að vera að velta fyrir mig hvort ég er að gera svona laskarma uppskrift líka Af því Geggjað. ég er búin að teikna upp svona full munstra peysu sem er ekki bara munstur hérna í berstykkinu, heldur alla peysuna Ok. og þá getur verið svo erfitt að vera með úrtökuna eins og í venjulegri lopapeysu Já. þá þarf maður eiginlega annarkvort að vera með laskarma eða þessa hérna drop sleeve sem Já. ég veit ekki hvað heitir í íslensku Nei. Ég man það ekki heldur. Nei, veit ekki alveg hvað snið en var ég búin að lýsa það nóg þetta er bara svona kassi snið er eiginlega bara svona að bólurinn er bara svona kassi það er ekki lag Nei. á bólnum Nei. það er bara svona beint upp Já. Algjörlega. svo koma, mér finnst það flott snið og ég held sér gaman að prjóna ef þú prjónar hring þá er ógislega gaman að prjóna það Já. en ekki Ekki fram og tilbaka. að prjóna fram og tilbaka í munsturprjón Nei. ég er nefnilega held í nenni því ekki sko Nei, mér finnst það fullt mikil vinna. já, peysan þarf að vera rosalega flott Já. þess að maður myndi nenni því Já. en maður sér alveg, það eru peysur alveg vinsalega peysur sem fólk er að gera svoleiðis Já, eða líka bara maður má alveg gefa út bara hvernig, veist, bara þú fer hugmynd, þá bara go with it, sama hvort að sé eitthvað, þú veist, maður sé lengur að prjóna það eða ekki, þú veist, að þetta, þá tekur það bara hver og einn til sín eftir hvað höfðar til þeirra. já, ég nefnilega hugsa þetta alltaf út frá því þú veist að því mér langar að geta unnið við þetta full time unnið 100% við þetta í framtíðinni þannig að ég er að reyna að hugsa núna að skapa mér svona svolítið lagar af uppskriftum Já, mjög sniðugt. það eigur möguleika minn á því að því fleiri vörur sem ég er með að því kannski, en svo þarf maður alltaf líka að vera með, þetta þarf að vera gæðavörur eða svona flottar uppskriftir, þetta má ekki bara vera eitthvað Nei, það er rétt. þannig að því ég er svo fljót að gera lopapeysu uppskriftunar ég er enga stundu þess að því ég er alltaf bara með þetta grunnskjal Já. sem tekur mér svo lítinn tíma eða svona þannig séð Það er alltaf alveg geðveikt. Geggja að hafa þannig. já, þannig að þá er ég svona svolítið að velta fyrir mér hvort mér finnst réttlætanlegt að vera að gefa mér rosalega langan tíma í að pröfa eitthvað nýtt Já. en einmitt, þetta er bara eitthvað svona sem hver og einn þarf að velta fyrir sig hvað
Þú veist, ég er náttúrulega bara ennþá, ég er ekki orðin 100% eftir burnoutið og það sem ég er að gera hérna með bæði hlaðvarpið og uppskriftirnar með 100% vinnu, þetta er rosalega mikið. Það er mjög mikið. Þannig að stundum suma daga hef ég bara enga orku, þá svona er kannski erfitt að vera að fara að læra eitthvað svona svakalega nýtt sem mun taka rosalega langan tíma. Já. Þannig að þetta er svona eitthvað sem er svona markmið sem er svona væri gaman að geta gert. Já. En er ekki eitthvað svona á forgangsmarkmiðalistanum mínum. Flott. Og vel gert líka að læra á sjálfan sig, veist, að finna þennan balans, einmitt að maður sé ekki að fara fram úr sjálfum sér, þó sem mann langi og heilin er alveg farin á undan. Þú veist, mér langar náttúrulega bara að gera allt. Já, já. Ef ég gæti, myndi ég vera til í að prjóna allan daginn og geta gert allt. En maður þarf bara að hafna og velja og það svona finnst mér svona að setjast niður og hugsa svolítið hvað vil ég gera, hvernig vil ég, og maður þarf ekkert að ákveða allt í janúar. Nei, þetta getur breyst yfir árið, en það er svo gott einhvern veginn svona að því til dæmis ef það er eitthvað sem að annarkvort langar að byrja að læra að prjóna eða kann að prjóna en langar að læra fleiri uppskriftir. Ef þú sest ekki niður og finnur uppskriftir, vistar uppskriftir kannski á Instagram þegar langar að prjóna, ef þú gerir það ekki þá eru minni líkur einhvern veginn á að það gerist eitthvað. Algjörlega. Það svona finnst mér markmiðasetning svo spennandi og skemmtileg. Það er náttúrulega bara óendalegir möguleikar og þú er svona svolítið að finna hvað hentar þér hverju sinni og algjörlega. Já, mér finnst það svo ógeðslega gaman. Já. Þannig að þetta eru mín markmið. Ótrúlega spennandi, ég ætla að fylgjast spennt með þessu. Já, ég fæ 100% að fá álit þitt á þessu námskeið hjá mér. Og eins og við vorum að... Það er alveg með þetta heldur, sko. Já, en þetta er það líka það sem ég finnst svo gaman og þegar maður er svona, til dæmis ef þú langar að læra að prjóna, með því að fara á námskeið, sko það er röglega, ef þú mætir á staðinn, þá ertu alltaf að fara að kynnast fólkinu sem er með þér á námskeiðinu miklu meira og þá ertu í kringum fólk sem er að gera það sama og þú. Og það auðveldar, það er einhvern veginn hjálpa manni svo ógeðslega mikið, gefa manni drifkraft, gefa manni einhvern veginn meira sjálfstraust og bara svona einhvern veginn að vera í kringum fólk sem er að gera það sama. Bara algjörlega. Það gerir svo mikið. Já. Og líka núna til dæmis, hún Hera hjá Flóð og Fjöru, hún setti í story um daginn sem var röglega bara í september, oktober eitthvað. Hún var að gera sér vídeo, hún er að byrja að taka upp svona online námskeið líka og við spjöldum aðeins um það og mér var svo gott að tala við eitthvað og þarna gátum við aðeins rætt bara hvernig ætlar þú að verðleika þetta og hvernig ætlar þú ætlar að klippa þetta svona og það var svo geðveikt dýrmætt að geta að tala við eitthvað svona. Já, ég trúi þið bara rosalega vel. Svo núna ég lánaði mækin, þú veist, maður getur svona hei, hvernig ertu að gera þetta og nú get ég kannski, það er svo gaman að við getum svona lift upp hver annari. Algjörlega, hjálpa hver annari og geta rætt þetta hvernig myndir þú gera eitthvað, þú veist, að fá svona mismunandi sjónarhorn á eða þú veist að geta rætt, bara það sem við erum búin að tala um núna í þessum þætti, hvað við erum búin að hugsa mismunandi út í alls konar hluti og þetta getur líka verið ef vinkonaðin er að byrja að læra að prjóna og postar ykkur á Instagram að like og kommenta hjá henni. Algjörlega. Þú veist, það gefur mann einhvern veginn það hjálpar. Já, alveg bara klárlega. Gerir það. Gefur manni meiri sjálfstraust og þó þú lækir ekki kommentar á Instagram eða þú sérð peysinu sem hún var að prjóna þú veist, það gefur mann svo mikið þegar maður er sérstaklega að læra og er að byrja. Það er alveg bara svona en ég mani mitt fyrstu þjóðatíðana mína þá voru bara svona ég man ekki hversu margar en fullt af vinkonum mínum vorum í lópapeysum sem ég var búin að prjóna á þær og það var svo ógeðslega gaman og svo var kannski eitthvað bara hei, ekki peysa og ég eitthvað ég prjóna það var svo ógeðslega gaman og ákvað vinkonir eru hefnar með þig já, mér finnst þetta ógeðslega gaman já, það er geðveikt hvað þetta var vel gert já, maður skoða gamla myndir og það er bara svona vá ekki þú veist, maður er oft svona ég held að langflestir séu bara heima að prjóna kannski við sjónvarpi á kvöldin og er ekki með þú veist, margir og kannski ekki með vinkonur sem er að prjóna en sem betur verið það svona svo mikið á mig líka að við fyrir í saumaklúbb og það eru fullt af svona hittingum út allt já mér finnst það svo geðveikt
Það svo geggjað. Mér finnst líka bara svo geðveitt bara hvernig þróunin hefur orðið síðustu ár. Bara Já. svona handavinnan kom einhvern veginn svona, kom tilbaka. Já, Þú veist, og svo einhvern veginn eru bara að poppa upp alls konar með svona klúbbar og eitthvað hér og þar sem Einmitt. finnst geðveikt. mér finnst þetta geðveikt. Ég bara, einmitt, og þetta getur líka verið markmið hjá ykkur mjög ár. Að þora að fara. Algjörlega. Sérstaklega ef ykkur byrjandi og þá er svo fullkomið að mæta. Þær eru svo vanar og þær elska. Ég get ekki tala fyrir alla. Nei. En ég hef mætt á svona viðburði. Og þeim fyrir svo gaman að sína og segja frá og hjálpa og var allar hjálpa stað einhvern veginn og það var bara, þú veist, ég var hérna mitt í burnouti og mætti og ég var alveg bara, fekk alveg bara svona smá kvökk, ég var alveg bara svona meir yfir því að ég bara, vá, hvað mér finnst þetta geðvegt. Þú veist, alls konar konur og alls konar mismundi aldrei, mismundi einhvern veginn er að koma þetta saman og prjóna og spjalla og svo er einmitt einhverja bara æstelpur, getur einhver hjálpað mér með þetta og þá bara komið þær alveg bara ótrúlega margar bara, hjálpinni og þú veist, og þetta getur líka kannski verið einmitt, markmið fyrir einhvern að þóra að fara af því að það getur bara verið mjög erfitt. Algjörlega, og mæta einn einhvert, algjörlega. Ég var með saumanámskeið fyrir ekki svo lengur síðan og það var byrjandanámskeið í saumaskap og það er einmitt komið nokkrar einar og sögðu einmitt svona í þriðja hýting þá var einmitt alveg bara vákvæðir ána að ég kom svo ég ætlaði ekki að þora einmitt að mæta ein þú veist, ætlaði eitthvað að reyna að draga vinkonum mínu með eitthvað en það gekk ekki upp eða eitthvað og en einmitt af því að þú veist maður kannski hittir hann hópi í fyrsta skipti og maður er kannski pínu feiminn en maður mætir síðan í annað skipti þú veist, og það því að fólk byrjar að kynnast alltaf meira og meira þú veist, og svo einmitt bara þegar námskeiðið var allt í einu búið þá var maður alveg bara ég meika ekki vera aldrei aftur kannski að fara að hitta ykkur skilur nákvæmlega af því að það komið svo ekki stemming í hópin og allir búin að kynnast að búa að brjóta í sinn skilur já, þetta er bara alveg yndislegt hvað eru komin alls konar svona hópar sem maður getur ef maður hefur áhuga fyrir handavinnu að þetta getur verið mjög svona social líka það getur verið það og líka fullkominn tækifæri eða þú ert með spurningu eða vantar aðstoð að fara á svona prjónahittinga algjörlega það er nefnilega já, mér finnst það bara geðveikt og mér líka svo gaman að sjá hvað eru að því ég sá ekkert tímann að handa þér þar sem einhver postaði lista yfir maður ertu bara að skrolla það var svo mikið að lista yfir svona hvað eru prjónahittingar það? Já. Vá hvað það er gaman. Ég var bara í sjokki. Já, geðveikt. Hvað það var mikið. Út allt land einhvern veginn. Geggjað. Og líka bara margir vinnustæðir. Það eru mjög margir vinnustæðir með prjónaklúbba. Já. Minnst það líka. Það er geðveikt. Ég veit bara hvað í hádeginu til dæmis bara pása allir að fara að prjóna. Já, það er geggjað. Það er svo notalegt einhvern veginn svona aðeins einmitt í hádeginu þegar maður er búin mikið að gera. Já. Aðeins að krypja og aðeins að kúpla sig út. Nákvæmlega. En já, nú er svona komið að seinni hluta þáttarins. Eigum við ekki að fara að vinda okkur bara yfir í fasta liðin okkar? Jú, við skulum ekki gleyma honum núna. Nei, nú ætlum við að muna eftir honum hér frá. Fyrst að þetta er fastur liður. Já, skal hann vera fastur. Já, hvað ertu með á prjónunum núna? Heyrðu, ég er með alveg ofbóðslega leiðilegt verkefni á prjónunum núna. Ok. Kem ég með eitthvað negativ Nancy orku. Ups. Herðu, þetta er sem sagt, ég náttúrulega fór til mamma býr á tenni á veturnar, en ég fór til hennar 28. desember og ég ofhugsaði svo mikið að því þegar þú ert að fljúga frá Íslandi, þá máttu prjóna með handfarangri, þá máttu vera með prjónana í handfarangri, en þegar þú flýgur frá Tenerife og bara hvert sem er, það er bannað þess að flugvöllurinn á Tenerife leifir ekki prjóna í handfarangri. Þetta er sem sagt alltaf tekið á með Tenerife. Þetta er nefnilega happ og glappa. Að þetta eru reglur flugvallarins, ef þú skoðar reglurnar þar, þá eru prjónar vopn eða bannað, en það virðist bara vera ef þú ert tilbúin til að taka sjansinn, virðist vera á hvað starfsmann nú lendir á. Ég er ekki tilbúin til að láta að klippa prjónar, ég get ekki hótt upp á að gera það sko. Ég er bara búin að heyra allt og margar bara mjög góð vinkonum ég lendi í því bara í fyrra þannig ég það er ömulegt hvað áttu að gera í 5,5 klukktíma já bara ég hef ekki upplifað svoleiðis flug ever, thank god Einmitt, ég átti eitt svona núna heim 4. janúar af því ég nefnilega skipulaði verkefni mig þannig alltaf því ég flýg út þá prjóna ég alltaf stroffin og svo setjum ég þráð í gegn
og mæti bara, með einn hringprjón. Okay. Þannig ég get nota hringprjón í allt verkefnið af því ég er búin að prjóna stoffið. Sniðug. Af því ég prjóna alltaf niður og upp. Já. En þarna, ég hafði bara ekki tíma. Ég var bara alltaf sein, náði ekki að prjóna stroffin. Þannig ég hugsa, ok, ég hef tíma alltaf að prjóna kragan ef ég prjóna topp, ofan og niður. Já. Og það er bara ekki mín leið. Oh, Þoli ekki að prjóna ofan og niður. Okay. Mér finnst það kemur ég með meira negatív orku hérna. Mér finnst það bara ekki fallegt af því ég er svo vön að þegar þú prjónar neðan á og upp þá er lykkjan eins og vaff. Já. Eða hjarta. En þegar þú prjónar ofan og niður þá er þetta öfugt vaff. Já. Og tekur þú mikið eftir því? Já, þetta öskrar á mig. Okay. Og ég er bara búin að en það er kannski bara því að ég er óvinnus, ég veit það ekki. En þetta er önnur peysan sem ég er að gera þetta svona núna. Okay. Og við tókum þegar flugvélin tók á loft þá var ég nýbúið með kragan ég var búið með 5 umferðir þegar við lentum á Tenerife að því ég þurfti að rekja upp 5 sinnum. Ha? Hvað varst alltaf að rekja upp? Bara mér fannst þetta ekki fallegt og svo var ég bara einhvern veginn ég geti ekki alveg útskýrt að ég var svo pirruð en þessi peysa, hún er æðisleg. Takk hún er geðveik listaverk. En mér finnst það aftur, það er svo gaman þegar maður er að tala við eitthvað sem að þú veist, er að gera handavinnu líka. Já. En ég hef aldrei átt prjóna vinkonu. Nei. Þú veist, ég prjóna óendanlega mikið með mömmu og amma er alltaf prjónandi. Já. Og en ég hef aldrei átt, vinkonu mínar hafa aldrei prjónað. Nei. En þegar maður síðan eignast prjóna á handavinnu vinkonu sem maður getur bara að tala við, þú veist, að einmitt þetta með að prjóna ofan frá og niður, þú veist, ég einmitt lærði bara að prjóna peysur neðan frá og upp. Já. En þegar ég byrjaði að gera ofan frá og niður, þá fann ég hvað mér fannst það ótrúlega mikil snilld, einmitt að geta, þú veist, sérstaklega maður að prjóna fyrir sjálfan sig eða eitthvað, þá getur maður lagt hana við sig. Já. Og maður, þú veist, bara ég ætla að búkin aðeins lengri. Eða aðeins styttri, heldur en er sagt í uppskriftinni. Þegar ermandar aðeins lengri. Mér svona meira geta haft stjórn á því sem ég var að gera heldur en þegar ég var að prjóna neðan frá upp. Og getur maður ekkert bætt við ermandar eða búkin eða þannig. Ég er ekki að rekja upp manneska. Enga þólum að það. Ég nefnilega tengi ekki við þetta því ég máta alltaf bara. Ég tek bara prjóna núr og máta ból eða þú veist. Já. Og sita bara svona upp ermandar, þú veist, og fyrir búkin. Og því ég vil máta hálsmálið. Þú veist, ég vil geta fundið, en það er líka bara því ég er vön að gera það þannig. Já. Og ég er vön að horfa lykkjurnar að því að horfa neðst á munstri þá er alltaf svona hvassar vaffið neðst en þegar þú prjónar ofan og niður þá er það bara eitthvað svona öfugt. Ég er bara svona en það er svo fyndið, maður getur líka verið svo vanafastur, þú veist, maður vill bara þetta á að lúkka á ákveðin hátt og það er líka bara allt í lagi. Sérðu hérna brúna, mér finnst bara eins og þetta sé vittlaust og ég rakti þetta 2 sinnum upp að því maður fannst þetta bara ljótt. Þetta er ekkert smá fallegt. Þú sérðu að lykkjan er hérna í miðunni. Þessi hérna hvíta? Nei, hérna brúna sér það er eins og þetta sé bara 3. Já. En það er ein hérna. Bara því hún óbóðslega fallegt. Er öfug, þá er hún ekki svona skýr svona. Já, skileg. Og það bara. Ég myndi aldrei hugsa þetta, sko. Nei, þetta var það sem ég var bara laser focused á. Já, ég skileg. Hún var alveg bara, oh my god. Þannig að notalega verkefni sem ég ætlaði að fara með tenni. Þannig ég endaði á því að bara setja þetta hún í tösku. Já. Og ég horfði bara á hérna prjónaþættina Game of Woo í staðinn. Ok, það er nú handavinna. Það er handavinna. Horfður alltaf á hana, já. Og ég veit ekki hvort maður á að vera bara móta svona eða hvort þetta sé, en þeir eru á YouTube. Ok. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað ólulegt. Ég er búin að heyra mikið um þess að þætti en ég hef ekki hort á það. En ég hef heyrt þetta sé eitthvað sem maður bara á að sjá. Sko, það er nú alltaf að nefna það held ég. Já, ég var einmitt að ræða við Önnu Siggu bara áðan og við vorum einmitt að tala um það er svo leiðilegt að án þess að vera að spoila fyrir ykkurum þá er þess að handavinna á að vera einmitt notaleg, cozy en í þessum þáttum þá fengu þau bara 10-12 tíma til þess að klára verkefnin. Það er svakalegt. Ég veit það er svakalegt og þá líka þar að leiðandi voru þau bara að gera eitthvað svona lítil verkefni. Þau voru ekki að gera af því þau hefur bara ekki tíma til þess. Nei. Og mér varst það svolítið
svona, þú veist. Kannski svona defeatar the purpose. Já. Að gera það. Þú veist, þetta er slow fashion, slow svona, þú veist, já, þetta á að vera svona highlightið, þetta á að vera notalegt. En þannig ertu með flotta prjónara sem kannski náði ekki að klára verkefni sín af því þau eru ekki vön að vera í ykkur svona stressi og að vera að flýta sig með verkefnin. Og þau náttúrulega hafðu fengið lista áður, þannig að 2 sem er í þessum þáttum hafa pröfuprjóna fyrir mig. Ha? Já. Ok, váka, það er skemmtilegt. Þess vegna varði ég að horfa á þá. Já, og ég er búin að sjá, ég veit ekki hvort að ykkur kannast við hann, heitir Veterinarian Knitter. Ég sá hann í stóri hér. Já. Klikkað flott. Já, hann var í þessum þáttum. Ok. Og svo heitir hún Elisa Makes Things, held ég, á Instagram. Ok. Ég ætla að vera viss að ég sé rétt. Já, hann Simon sem með Veterinarian Knitter á Instagram og svo Elisa sem með Elisa Makes Things. Ok. Þau 2 eru einmitt búin að pröfuprjóna fyrir mig og ég náttúrulega bara hélt sjúklaði með þeim og það svona, já, varði ég að horfa á þess að þætti. Já, skiljanlega. Þannig ég mæla alveg með því að horfa eða þú ert ekki búin. Já. Þetta er alveg skemmtilegt en mér fannst alveg smá leiðilegt. Mér finnst líka svo geðveitt á svo mikið af kallmönnum. Það er svo gaman. Já, það fannst mér ógeðslega gaman að sjá. Ekki bara konur. Og þannig já, þetta er alveg skemmtilegi þættir og þetta svona róaði mig niður eftir bræðina með þessa peysu sem ég er ennþá með á prjónunum. En ég er búin að taka hann í sátt. Ég er og sér að ég er búin með munstri aðeins og já, þú er komin vel áleiðis með hana. Held hún verða alveg sæt. En ég veit ekki hvort ég mun enda á að gefa út þetta munstur, ég veit ekki alveg. Ég myndi gera það. Hún er geggjuð. Það er það, takk fyrir. Við setjum mynd á Instagram. Já. Ef ykkur er forvitin. Þetta er rétt. En þetta er einmitt svo fyndið. Sumir vilja bara prjóna upp og niður. Já. Og meðan mér finnst bara, já, mér finnst það miklu þægilegra. En þetta er einmitt, maður verður bara að finna hvað henda þér. Algjörlega. Og skiptir ekki máli hvað hendar öðrum. Við bara alls ekki, maður verður einmitt bara að finna hvað aðferð fíla ég. Einmitt. Þetta er alveg sem bara, hvernig prjóna fíla ég. Nákvæmlega. Stálega, það er bara mismunandi. Mjög mismunandi. Og maður veit ekkert nema bara að prófa og fikra sig áfram. Einmitt. Það er bara svo leiðis. En þú, hvað er þú með á prjónunum? Heyrðu, ég er núna með hraun peysu á prjónunum, barnapeysu, ég er að prjóna hérna litla frænda minn og á seinni ermina bara eftir þá er ég búin og svo ætla ég að sauma framan á hana nafnið hans. Já. Og og svo er ég búin að prjóna húu í stíl við, ég var heldur með hana síðast á prjónunum síðast. Já, þú varst að gera mynd, jú, þú varst að gera húna. Já. Svo ég bætti við reyndar, ég prjónaði tvær hettur í millitíðina hana. Já. Líka jólafríinu. Þetta var langt og gott jólafrí. Þannig ég hafði alveg nægan prjóna tíma. Þannig að það var alveg æði. Já, þetta er svona sem ég er með á prjónunum núna, en svo er ég líka með stafla af, ég var búin að taka hérna upp saumavélina. Ég er með stafla nefnilega af fötum sem að ég er búin að fá frá fjölskyldumeðlumum til dæmis, eitthvað sem þarf að laga eða stytta eða þrengja eða eitthvað. Þannig að það er líka verkefni sem ég er með núna í vinnslu. Ok. Já, þannig mér vantar svona svolítið að klára þessi verkefni, koma þeim frá mér þannig ég geti farið í að taka upp þessi námskeið sem ég er að fara að taka upp. Einmitt. Æsi spennandi. Æsi spennandi. Hvernig væri það að taka upp námskeið að laga hluti? Já, það er í vinnslu líka. Já, ok, einmitt. Þú notar ekki eitthvað þessu í win-win? Er akkurat að gera það. Ok, geggjað. Það er alveg bara, já, það er eiginlega bara svona eins og að þú spurður á hvort ég væri með eitthvað svona uppskriftir að koma frá mér. Málið er bara eiginlega allt sem ég er að gera, einmitt, þú veist, bara ef ég er til að prjóna eitthvað og það er eitthvað aðferð sem ég veit að ég er ekki með myndbanda af inn í síðunni, þú veist, þá það er alltaf að nýta það í að mynda taka það upp, til að bæta við. Eða mitt núna er að fara að laga þennan bunka, þú veist, þá nýti ég það í að taka upp kennsluminnbönd, hvernig maður gerir það, notar nálatvinna eða eitthvað. Og en það gera það líka svo ofta verkum að ég er svo lengi að koma frá mér verkefnum. En heili minni farin í, þú veist, næsta verkefni. Já. Ég skil það svo vel. Já, þannig að maður svona eitthvað, já. Ekki geta nýtt þetta í svona. Já, hárrétt. Þannig að, já, heyrðu, erum við þá ekki bara að verða góðar, er eitthvað? Jú, bara
endilega að þegar þú hlustar á þáttinn okkar, máttu alveg endilega taka okkur. Það er svo Já. ótrúlega gaman að sjá, bara einmitt bæði að þið eru að hlusta og hvað er að dúlla ykkur eitthvað á meðan þið hlustið. Heyrðu, já, er þetta ekki bara orðin ágætis markmiða þáttur hjá okkur? Jú, bara mjög góður. Við svona fórum yfir hvað svona ýmislegt og vonandi var þetta ekki kannski ómikið um allt hjá okkur en en vonandi var eitthvað svona kannski getur hjálpað ykkurum og svona ykkur punktur. Ég var alltaf fast rosalega skemmtilegt að tala þetta málefni. Sömuleiðis. Þetta er svona einhvern veginn maður fer alltaf alveg að fluga einhvern veginn af því það eru svo endalausir möguleikar. Algjörlega. Mér finnst líka gaman þegar maður heyrir aðra tala og eitthvað mismunandi markmiðasetning eða þú veist, eins og þú tala með hjólið, þú veist, maður fær alltaf hugmyndir. Einmitt. Bara með hvað maður getur sjálfur gert, þú veist, í lífinu sínu. Já. Þannig að vera gerðu það sem hentar þér og passar þér. Ekki vera að byrja það saman við hvað vinkonuðinnar eða eitthvað aðra Instagram að gera. Nei, komið góður. Bara það sem hentar þér. Hárrétt. Herðu þá bara þangað til næst, það ekki? Heldur betur. Takk æðislega fyrir að hlusta. Já. Og góðar stundir. Já. Það ekki bara? Já, það heldur bara endum þessu að þessum Já. Þetta var ekki það. Þetta var